Já, hérna. Útsýni hér ólíkt því sem ég á að venjast úr eldhúsglugganum mínu þegar ég þvæ pottar á pönnurnar. En það ekki bara útsýni sem hefur breyst, það allt öðruvísi. Nú ég ekki við vaskinn að skúra og skrúpa potta á pönnur, ég fer maður út á götu og lem og ber og læt röddina óma, rödd sem ég notaði áður bara í eitthvað karaoke í Bonnie Tyler dæmi. Sófakartaflan ég, sem líkt og margir, hef alltaf verið aftursættisbílstjóri Alþingis úr sófanum heima. Kom mér upp úr honum og niður á torg þegar ég uppgötvaði mér til skelfingar að fólkið hérna inn á Alþingi hafði engin svör. Það mín einlega ósk að við förum öll að hugsa upphátt og hættum að sussa á fólk þegar það nefnir nekt keisarans, næst einhver snillingurinn að eigin mati, fyrir að svífum á veðsettum vængjum prjálsins og þetta dýrasta námskeið veraldasögunar kenni okkur að hlusta á eigin sannfæringar og blása á skýjaborgir hluta eins og nýfrjálshyggjunnar. Nú fæ ég víst bráðum tækifæri til að kjósa upp á nýtt. En hvernig á ég að velja með nýtt fólk í brúna? Mun valið standa á milli þeirra sem sváfu ofsalega lengi, svolítið lengi eða endalaust á verðinum? Flokka sem eru fullir af fólki sem hugsar ekki sjálft, heldur lítur bara einhverjum flokksvilja. Á borgarafundi í Iðnó núna síðastliðið fimmtudagskvöld var Birgir Ármannsson ekkert feiminn við að útlista afstöðu sinni til persónukjörs og stjórnlagaþings. Sjálfstæðismenn vilja engu breyta, en það þarf svo sem ekkert að koma neinum á óvart. Á öðrum borgarafundi í Háskólabíó kvartaði Pétur Blöndal yfir því hversu vanþakklátt starf það væri að vera stjórnmálamaður. Elsku Pétur, fyndu þér skárra djobb. Þetta djobb svo lýjandi og svo erum við svo vanþakkláttur vinnuveitandi þessi þjóð. Þið þekki frasan, þjóðin mun dæma verkin okkar þegar það kemur að kosningum. Þau vílíkur brandari. Vegna þess að auk hugafars þarf að breyta kosningalögum þannig að við séum ekki neitt til að kjósa milli vanhæfra flokka og fáum þess í stað að velja okkur fólk sem við höfum mest að trúa á og sem fartum að koma okkur upp úr þessum fjanda og gefa okkur stoltið okkar aftur. Við getum ekki beðið eftir því endalaust þessum kröfum okkar verið ansað. Við þurfum að fara út á götu og krefjast lýðræðis. Við þurfum að heimta það að fá fleiri valkosti en þessi þunglamalegu sérhagsmunasamtök sem við köllum flokka. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma orðum að því hvernig mér líður svona dagsdaglega þessa dagana. Ég held að sé einfaldast að setja það bara í eina stutta línu. Ég hrædd. Ekki mín vegna, ég hef ykkur að fjöru sopið og lífið gengur upp og niður. Þannig það bara og ég hvort hefur aldrei beðið neina silkipúða til þess að eyða ævina á. Ég alveg til ég að göslast í gegnum þetta líf, en ég óttast afdrif barnanna minna og barnanna ykkar. Allt land fólk að lenda í skelfilegum hremmingum. Hvernig þetta annars hjá ykkur? Réttuðu pönd sem þekkið einhvert sem hefur orðið atvinnulaus síðastliðna mánuði. Einmitt. Raunveruleikinn bankaði hressilega upp á hjá okkur öllum. Við lútum sama lögmáli og útigangsmennirnir sem oft skreita þennan völd sem við stöndum á í dag. Þingan í réttu hlutfalli við fylliríið. En hvað gerir svo næst? Hvað kemur upp úr vinnumissi? Hvað margir sem að fara að missa þakið ofan á höfunnu? Munu vinir og ættmennir hafa nóg að borða? Það fólk sem nú fjölmennir til mæðrastyrksnefndar og annarra hjálparstofnana ekki að mæta þar út á sportið. Og það ekki bara þeir sem vantar upp á lífsleiknina. Það allavega fólk, það fólk eins og ég og þú, fólk sem mætti vinnu, stóð sína plikt og gerði þess að þurfti til að láta endana á saman. En fyrst ég að draga upp þessa fylliríslýsingu, þá best að halda henni áfram. Það sukkar hann nauðsyn að finna sinn botn. Botnin jú það sem við spynnum okkur upp. Hvar okkar botn? Til að smyrja móðgun ofan á misrétti okkur ekki sagt hvar við stöndum, tölur á reiki, prósentur og milljarðar nefndir, en aldrei heyrir maður tvisvar sömu tölu. Hvar botnin okkar?
Það þessi nagandi óvissa sem óþolandi. Okkur ekki treyst fyrir sannleikanum. Fólk með guðakompleksa rígheldur í minnisblaði sem ástendur umfang ömurðarinnar og telur sig eitt höndla sannleikan. Við erum bara ekki þess verðug að vita, en við erum nógu góð til að borga. Liðinn svo tímið þegar maður var rogginn og gat sagt I'm from Iceland. Maður þreyttist ekki á því á fjarlægum stöðum og kjaftaði í hvaða maður væri. Maður frá samastofa Björk og fiskimennirnir Haustu nú og víkingarnir, þessi sem að rupluðu erlendis til að hafa eitthvað með sér heim. Þeir voru þó skömminni skárinn þessi útgáfa 2B af víkingum sem rændu heima og hófu sér svo brott með það. Núna fer maður ekki til útlanda á næstinni enda hefur því verið komið svo fyrir að maður segir ekki kyrrráðalaust frá því að maður sé frá Íslandi. Og skýrt með heimsóknarflaggið, látum tíman líða án ferðalaga í nokkur ár. Verum heima og vinnum í málum. Við biðjum ekki mikið, ég þarf ekki nuddstólum borði einkaþotu. Ég vil hafa í mig og á og stöðuleika. Stöðuleikin svo mikils virði því án hans eru öll plön með öllu ómarktæk. Ég vil vita hvar ég stend, sé það vel eða illa, ég vil bara vita það. Það réttur okkar. Leið og þessi mál eru komin á hreint getum við fyrir að byggja upp og bæta það sem þarf. En það má ekki leita á sökudólgum. Hvers vegna það? Það vegna þess að sökudólgarnir í þessu tilfelli eru svona VIPs og góðir til að svara fyrir sökið hvað þá að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Hvaða fáránlega heiti eru það að einn útrásarfurstanna með húsnæði sem stærra en stórt einbýlishús undir snobbílaflöta sinn og rekur matvöruverslanir sem keyra á slagorðinu ekkert bruðl.